Ágætu vinir, velkomin á staðinn okkar sem heitir Við fætur drottins og við þekkjum nú orðið svolítið þann stað og vitum hvað í gangi og hvað framundan og við þetta væntum. Það mikilvægt að við höfum eftirvæntingu í hjarta okkar þegar við komum á fund drottins og því við eigum að vita af reynslunni að gott eitt sé þá að mæta okkur og við höfum því að vera væntandi þegar drottin leyfir okkur að stíga fæti sínum okkar inn í dyrnar sínar sem kirkjan. Að virða, elskuðu vinir, hús Guðs, við að virða það sem hann að gera vegna þess að það sem hann gerir okkur til góðs og þetta svo leið sem hann vill að við förum vegna þess að þessi leið sem hann að boða til góðs. Hann með lífið okkar til heilla, hann vill að við séum hamingjusamt fólk og við svo sem keppum eftir því að vera hamingjusamt fólk en náum misjöfnum árangur þar af því að við vitum ekki rótina, við þekkjum ekki þar rætur sem að þurfa áður en hamingjan verður okkar, verður sem sagt þurfa að fara, við vitum ekki hvaða rætur þetta eru, en drottinn með tímanum sýnir okkur þar og slítur þær upp með okkur. Hann slítur þær upp með okkur af því hann vill absolutt að ég viti hvar skóin krefti hjá mér. Hann getur fjarlægt alla mína meinsemdir, það ekki máli fyrir hann, getur hreinsað bara núna af öllu, en það ekki nóg vegna þess, ég þarf að vita af hverju mér leið svona og mér leið hins einn, hvers vegna ég var ekki alltaf þessi hamingjusama manneskja, það var vegna þess sem hafði gerst, ég hafði tekið inn á mig, hvort sem var fyrir löngu að stuttu og þetta þarf að fara vegna þess ef að drottin fær ekki að fjarlægja þetta þá mun ég aldrei ná því að verða þessi hamingjusama manneskja. Þetta eitt af því sem orðið vill gera og hefur alltaf viljað gera en hefur því miður ekki alveg náð að festa sig í kirkjunni eins og á að vera og við sem hluti af því að kirkjunna fólk, menn og konur, hafi ekki náð þeim árangri sem skildi að því að þótt þú getur verið fullur upp í rjáfur af þekkingu á orðið Guðs en samt að glíma við ýmis meiðslin í þér sjálfum og sjálfri sem að þú hefur ekki ennþá höndlað. Og þegar að þó þekkingi sé upp í rjáfur á flestu því sem að Guðs og en þú ert ekki með sjálfan því í lagi þá verður aldrei þessi hamingjusama manneskja. Og þá spyr maður sig að því eða hvaða gagn af kirkjunni þannig séð þetta alltaf gagn af henni og þú ert hólpin manneskja og þú ert leið til eilífa og lífs allt saman það. En drottin ætlaði þér svo miklu meira í þessu lífi. Hann vill að þú sért alveg skilyrðislega glöð manneskja og glaður maður líka leið hamingjusam maður. Hamingjusam og gleði þetta helst í hendur. En ekki í öllum tilvikum vegna þess það svo mikið af meiðslum sem að fá ekki meðhöndlun. Það svo margar rætur sem hafa komið sem fá ekki neina meðhöndlun og þeim ekki kippt upp. En þetta gerir orðið. Og þetta gerir opinberunin og þetta gerir trúin. Hún fer að vinna með þú þarfst náttúrulega að fá orðið í því, það alveg númer 1. En þegar þú fer að leyfa drottni að vinna með þig, þegar þú ert frátekin fyrir hann meira kannski en þú ert, að þá fer hann að vinna í þessu með þér. Þetta bara milli þín og hans. Það þarf enginn að vita þessa vinnu. En hún birtist í samferðafólki þínu bara til að mynda í því að þú ert oftar glaðari manneskja heldur þú kannski varst, þú ert oftar jákvæðari manneskja heldur þú kannski hefur verið til þessa. Og svo framvegis og frænt að birtist í svona lögðu. Og getur sagt mér og þér að drottin hefur verið að vinna í þessari mannesku
Og svona vinnur hann tekur á þessum meiðslum, hann græðir þau, hann kippir upp þeim rótum sem ekki að gefa af sér ferskan og góðan ávöxt heldur að koma með eitthvað annað sem að gera manninum illt. Þetta fjarlægir hann og manneskjan verður smátt og smátt af heilbrigð innvortis, inn í sér, og það leiðin til hamingju. Þess vegna erum við ekki alltaf hamingjusamt fólk, að við erum full af þessu, og þekkingin tekur ekki á þessu í orðinu. Þó þessi gott að vita mikið orguð, heldur það opinberunin, það skilningurinn, það tíminn sem þú ert að gefa Guði í ýmsu með honum, ég og Jesús saman. Þá koma lækningarnar inn þarna. Eins og ég sagði á það, þú getur verið alveg fullur upp í rjáfur á þekkingu á orði Guðs, en ert samt ekki glöð manneskja, þú ert samt alltaf að fara, skilur þú. Þú veist ekki hvort það betra að vera hér eða þar, og svo einn daginn ertu orðin samfærið þetta sem ekki hægt að vera hér, og þá ferðu þangað. En hver lengi verður það í lagi þar? Ekki lengi. Ég lofa þér því, af því að meinsemdin með þér innra. Þetta það sem orðið hefur alltaf sagt við mig. Og þetta það sem ég veit að orðið fært að gera í hverri mannesku. Það svo margt sem verið að staðfesta, bara sanna með grjótörðum hætti, að það sem að Biblían hefur alltaf haldið fram varðandi til að mynda það, hvernig þú verður hamingju sem manneski. Og af hverju þú nærði ekki markið þar, jafnvel þú sem trúið manneski, jafnvel þú elskir Drottin. Það sárin í sálinni sem að hindra það að þú náir þessu marki. Og líka tímaleysi þitt með Kristi á degi hverjum sem hindrar það. Þú ert kannski manneskjan sem hefur hingað til bara hleyptir út í vinnu þegar á mótiblaðs þegar líður illa. Og vinnan náttúrulega mögnuð þannig séð, hún dreifir huganum, en hún læknar ekki neitt. Og þú ert ánæður og ánæð með það sem þú ert að gera, því að vinna handa okkar, hún náttúrulega bara ákveðið afl. En það sem að í raun og veru, það heldur áfram að vera að. Það önnur annars konar vinna sem þú ferði í til þess að fara í það. Og þar orð Guðs það besta sem hægt að hugsa sér hvað þetta varðar. Það til þess að laga þessa hluti inn í þér. Herta ekki hverja hugsun til hlýðnis við orðið, segir orðið. Hvað verið að tala um? Það verið að tala um hugsanir sem kveikja á stöðum sem fá rótina sem ekki að gera það gott til þess að framleiða. Og hvernig stoppar þetta? Með því að fjarlægja rótina. Það leiðin. Þetta ástæðan fyrir því að menn ekki hamingjusamt fólk. Og þarna hefur kirkjan svolítið brugðist, en mér finnst samt að hún sé að vakna til lífsins hvað þetta áhrærir að þessu leyti. Það er langt síðan Drottinn fór að benda mér á orðið hvað þetta áhrærir. Og ég hef alltaf litið á orðið sem lækningu inn í þessi mál. Og þess vegna skilum maður það betur hvers vegna menn ekki glaðir inn í kirkjunu með sjálf lífið yfir sér, í sér, vitandi að þeir á leiðinu til heimins. Og þetta fólk á leiðinu til heimins, mundu það. En það ekki glatt í deginu, nema kannski örfáir. Og dagurinn eins og hann en orðið vill vinna með þig inn í deginu. En þú verður að leyfa orðinu að gera það sem það vill. Ertu að leyfa því það? Sumir gera það, já, en aðrir ekki. En ég nokkuð vissum að öll getuðu verið duglegri við að vera fólki sem að leyfum því svolítið að taka á okkur. En þessi vinna, hún bara á milli mín og Drottins. Þú veist ekkert þessa vinnu nema bara því ég hef kannski sagt þér. Og það minn vitnisburður og þinn vitnisburður þegar að því kemur. En meðan á þessu stendur, þá þetta bara vinna milli mín og Drottins. Tal milli mín og Drottins sem að Drottin að gera í mér. Það sama getur þú sagt.
Það er að segja, ef þú ferð þessa leið. En það er til sem sagt leið að hamingju, og það er líka mikilvægt að við vitum það hvers vegna við erum ekki þetta hamingjusama fólk, hvers vegna við náum ekki því marki sem við náum í til dæmis að vera bara rólegt fólk, vera ábyrgðarfullt fólk, vera ánægt fólk þar sem við erum. Það er vegna sárana. Og þau koma, ef þú þrætir fyrir þetta, þá segir það, spyrði að því, af hverju ertu á svona móðgun að gefa manneskja? Hvað er það sem móðgar þig? Er það ekki einhvað inn í þér sem hreyfist af einhverjum orðum sem einhver sagði, og af hverju hreyfist það? Af því þarna er einhvað sem spýtir eitri við þessi orð. Og þetta einhvað sem spýtir eitri þarf að fara. Það á ekki að vera það. Og þegar að þú hefur mist þetta, og þá koma þessu orð til þín, því við fáum reynslu og allt, en þú finnur að það gerir þér ekki neitt, af því að skilyrðin sem að spýttu eitrinu er ekki til staða lengur. Það er búið að fjallaði það. Það er þetta sem við erum að tala um, og þetta er það sem orðið gerir. Það er þetta sem er átt við þegar hann segir að við að láta orðið herrtaka hverja hugsun til hlýðnis við sig. Þetta byrjar allt á hugsunum. Þú heyrðir eitthvað og það kveikti hugsun. Hverja hugsun til hlýðnis við sig. Þú hendir henni strax út. Því hugsun kallar á aðra hugsun. Þetta er bara það sem menn hafa rannsaka, og þetta er staðreynd sem Biblían hefur verið með í árþúsundir, sumt af þessu. Yngstu orðin í Biblíunni eru ekki alveg ný, þau eru 2000 ára gömul. Eru ennþá gild, og menn eru ennþá að staðfesta með rannsóknum, grjóthörðum rannsóknum, könnunum stórs hóp fólks, mann og kvenna, og niðurstaðan er þessi. Þannig að við sjáum að við getum lært af Biblíunni. Þetta er búið að fylgja okkur svo lengi sem við verið hérna. Af hverju? Því Guð er góður, hann elskar fólk. Hann vill fá það í sitt rann, hann vill gera það hólpið, og við erum hólpið, en hann vill gera svo miklu, miklu meira. Hann vill að ég gangi hamingjusömur maður og glaður. En veit að til þess að ég geti verið þetta frá degi til dag, þarf ég ýmislegt að hverfa sem syndin færði til mín. Þetta er allt verk syndarinnar. Þú sett hólpin manneskja, ert frjáls og leiðinni til eilífa lífsins, þá er ekki þannig sagt að það sé ekki einhvað eftir af þínu gamla lífi. Það er bara allt og mikið eftir af því. Og það er einmitt þessi sá sem gera það að verkum að ég er alltaf á leiðin út. Ég er alltaf sannfærður það að grætt sé miklu grænna hinum einn, og svo loksins er ég alveg orðin 100% sem að þannig sé það nú bara, og ég fer, og þá er það ekkert grænna hinum einn. Og ég endist þar kannski 1-2 ár, og þá er ég komin í eitthvað einn söfniðin, og það tekur bara það sama við. Þetta snýst ekkert söfniðin, þetta snýst ekkert það sem er að gerast í söfniðinum, það snýst bara mig og afstöðu mína til Jesú. Það snýst ekki neitt annað. Og þannig er það bara í lífinu sjálfu, að menn sem eru til dæmis alltaf að skipta vinnu, ekki það að þeir séu svona latir, það er ekki málið. Þeir eru ekki sáttir þar sem þeir eru. Þess að fara þeir. Og það sama, þeir koma ofsa glaðir inn á nýjan stað, annað eins að hafa þeir ekki séð, en eins og farið eftir 3, 4, 5 mánuði, eða guð má vita hvað. Og þetta fylgdi þið. Það er meiðsl, það eru sár, það eru skemmd í hjartanu sem hefur ekki fengið að neina meðhöndlun. Og þess vegna er það svo slæmt þegar við erum konum með orði sjálf og yfir okkur þann sem að skóp og gerði og gaf okkur hjálpræði, þegar við fáum ekki neina vísbendingu frá fólki gagnsemi orðsins að þessu leyti sem leiðina að haminginni. Og þegar við förum að kafa onni í þessa kennslu, þá sjáum við, þá skiljum við hvers vegna fólki er ekki glatt. Kemur starfinu sem slíku ekkert við, það bara
ég og mitt hjarta sem ekki í lagi. Og þetta það sem að kirkjan á að einblína á meira en hún gerir. Það að koma að mæta þessum aðferðum sem að og sýna fólkinu fram á það hvað orðið getur mikið að þessu leiti. Það tekur á þessum þáttum. Ég lofa því, það ekkert öflugra heldur en þetta orðið. Og þetta ástæðan fyrir því að þú ert ekki hamingjusum alla daga. Þú veist alveg hvað að vera hamingjusum manneskja því að þú hefur upplifað það sjálf og sjálfur. En þetta varir svo stutt. En eftir því sem að orðið fær að vinna meiri í þú, það gerist ekki nema að þú gefur því tíma. Þegar þú hættir að vera bara með ísinn og þísinn í kringu þig og alveg og fullu út allt, eins og eitt staði, hann sást við bæði fram og aftur gálgan á sama tíma og svo mikið sprettur á hann. Þetta ekki lausnin. Það að setjast niður, leyfa orðin að eiga við sig og fá þetta burtu. Og svo líður kannski mánuðir á milli þess að þú vilt fara. Það getur alveg komið auðvitað. En þetta ekki kannski daglegt viðfangsefni eins og allt og oft hjá okkur. Þá þetta bara daglegt viðfangsefni. Við erum að veltaði fyrir okkur á ég að vera að fara. Og við erum nú með hundsaus kannski. En svo bara fara einhverjir. Að þér ekki verandi lengur. En kemur ekkert aðstæðum við. Koma þeim bara ekkert við. Þetta snýst bara það að koma sjálfum sér í lag. Og viðurkenna og við fyrir alltaf að vita hvað að. Þú komst nefnilega marinn og blár úr heiminn með fullt af höggum á þig sem hafa aldrei fengið neina meðhöndlu. Og þetta hefur allt saman fengið að skjóta á rótum og ræturnar eru þarna þangað til að þú bara ferði í það verk að fjarlægja þær. Og þá bendi ég þér á orðið og Guð, drottinn Jesús sjálfur mun vera með þér í að kippa þeim upp eins og við vorum að tala áðan. Hann gerir þetta svona að því hann vill að þú vitir hvað það sem að var alltaf að stoppa þig og hindra þig og gera verkum að þú varst ekki þessi glaða hamingjusama manneskja sem drottinn vill að þú sért hjá sér. Það ríkir gleði í húsi Guðs. Akkur hann ekki hjá mér og þér? Ég að tala það, hvers vegna það Ég líka að tala leiðina sem við getum farið til þess að þetta hætti. Það vinna, elskuðu vinir, að vera kristin manneskja. Það dagleg vinna í sjálfum sér. Ekki bara með því að vera að taka til og mála veggi og þrífa og gera allt það. Við þurfum að gera það þetta. Það snertir ekkert á þessu málu. Það bara svona breiðir yfir hitt sem gleymist stund. En eftir smá tíma þá fíkur það af og þá kemur þetta allt í ljós. Það hefur ekkert farið neitt. Og þá ég aftur óannað manneskja. Og óglöð manneskja, ekki hamingjusamur maður. Þetta kirkjan fyrir mér. Þetta lækningin sem ég get fengið inn í kirkjunni. Og ég veit að hún þarna til staðar. En hefur ekki verið lagt mikil áherslu á, líklega vegna þess að menn bara sjá þetta ekki. Þetta það sem að drottinn að gera í dag. Hann að bæta lífmanna, hann að segja þeim af hverju ég alltaf að fara. Og segja þetta bara með mér, af hverju ég alltaf að fara og hvers vegna ég vil alltaf vera að horfa út í dyrnar. Af því að hér sé ekki lengur verandi inni. Það annars staðar nákvæmlega sama því að ég ekki í lagi sjálfur. En orðið getur lagað þetta, en orðið gerir ekki neitt nema þú knýir á hjá því. Þannig eru þessi býtti. Dagurinn með Kristi svarið inn í þessi mál. Þannig þú sér það að þú verður að hvíla í faðmi drottins á hverjum einasta degi. En þú vilt þetta ekki, þá náttúrulega bara heldur áfram á þeim stað sem þú hefur verið að hinga til. En sérðan, sérðu meinbugina, það ekkert sjálfgefið. En hvað það, hvað sem ég sé og sé ekki, að þá kennslan einhvað sem getur opnað augum mín og til þess hún.
Hún er til þess að ég opni augum mín. Af hverju? Vegna þess að ég sé ekki allt. Ég skil ekki allt. Ég veit ekki allt. En orðið bætir upp það sem ég veit ekki, sé ekki, skil ekki. En ég þarf að koma til orðsins. Það er ekki gott að vita leiðina, en fara hana svo bara aldrei og vilja bara ekkert fara hana. Það er ekki gott. Yfirskriftin á þessum pistli er væntum. Við byrjum á því að tala svo litið að vænta. Við eigum að vænta þess þegar við komum í Guðs hús alltaf að einhvað af því sem hefur verið að plaga mig farið þegar ég fer út. En það kemur ekki, fer ekki, gerist ekki reitt ef ég kem ekki væntandi. Ef ég kem ekki með þá kröfu í hjarta mínu til Drottins og kirkjuna að það gerist einhvað núna sem hefur kannski ekki gerst áður. Að því ég vil vera hamingjusum manneskja, nú veit ég í grunninn svona í og með hvers vegna hún er ekki. Það er vegna sárana sem ég fekk í syndinni og höggana og barsmíðana, svona innan gæsalappa. Barsmíðar eru margskonar. Bara ógætilegt orð, ykkur er ekkert annað barsmíðar á þér og mér ef við tökum þetta óstendu. En fyrir okkur er þetta ekkert annað barsmíðar. Og þetta situr í okkur. Þetta er með okkur. Og við höfum hingað til að afgreita þetta bara með því að fara í botn í einhverju vinnu. Og þá kemur bara tjald yfir þetta og svo eftir smá tíma þá er þetta tjald farið af og þá þetta allt saman er þarna. Annað en gerist þegar þú sest gaggjert til þess að láta orðið næra þig, fræða þig, þá fer það að beina spjótunum að grunninum, að þáttunum sem þurfa að fara. Og þá erum við að tala þessar rætur sem hingað til hafa bara spúð eitri í þig og hindra þig í það að vera hamingjusöm manneskja. Þú segir árásir, en þú sér það að þetta er vegna þins eigins holds sem nær allt og oft tökum á þér. Þessar rætur, þær eru holdið þitt. En þú hefur andandi mótvægist. Nú erum við að tala í andanum okkar, við erum að næra andan því að andin þarf að fræðast þetta og þá fræðist þú leið og skilur þetta. Og þú sér, nú veit ég akkur ég er ekki alltaf hamingjusöm manneskja og nú veit ég betur akkur ég er alltaf á leiðin út. Í staðinn fyrir að festa rætur inn í kirkjunni sem er miklu betra. Við sjáum að þetta er ástæða fyrir öllum hlutum. En það er hægt að lækna þessar ástæður þannig að það verði okkur hagfelldar. Og þegar við erum róleg og glöð og hamið þá erum við ekki að fara neitt. Er það ekki rétt? Það er allavega þannig hjá mér. Þegar ég er glaður og hamingjusamur og bara sáttur og sætla þá er ég ekki að fara neitt. Þá líður mér bara vel og það gengur svolítið frá mér í verkum að hálfa verið nóg. Eins er það með þig. Að við erum sátt og sæl það sem við erum. Þú getur alveg orðið þessi manneskja bara núna. En það er ekkert fyrirhafnalaust. Ef þú ert daginn út og daginn inn með fussið og segið á vörunni þá náttúrulega bara gerist ekki neitt, þá ertu bara það. En það er hægt að breyta þessu. Hér er bók sem heitir Nýja testamenti. Prófaðu það. Kallaðu heilagan anda og Jesú Krista til bara fylgist við þig og sjáðu hvað gerist. Að þú ferð að sjá ýmislegt sem að þeir eru að benda þér á því að þeir starfa saman og benda þér orðið sem laust. Sínaðar rætur, sínaðar jafnvel einhverja minningar úr fortíðinni sem að þú algjörlega var keyrður í klessu. Skiptir ekki máli hvernig það var, þú bara tókst þessu kannski svona kolvittlust og þannig eru við menn. En breytir ekki því að Drottinn vill lækna þetta. Og hér er staðurinn. Í orði Guðs. Og þú ert oftar þessi hamingjusama manneskja. Og þegar þú ert hamingjusamur og söm, þá ert ekki að fara neitt. Þá er þessi besti staður í öllum heiminum, sem í gær var alveg gjörsamlega ónýtur og grasið svoleiðis grænt hinum meina hálfa var nóg. Allt orðið fullt og skrælnað hér. Þannig sást þú það. En núna ertu hamingjusöm manneskja, þá sérðu að grasið er grænt.
Svona erum við fólk og þess vegna dó Kristur. Þess vegna gaf hann okkur þessa miklu bók, kennslubók í því hvernig við eigum að hegða okkur í lífinu og hvernig við ísinn og þysinn sem við förum í til þess að gleyma okkur stund og við gerum það, en það læknar engan. Þetta munum við sjá og höfum fengið að sjá aftur og aftur í gegnum lífið. Við getum algjörlega gleymt okkur í einhverju falleri eða góðri vinnu og það er gott að vinna með höndunum sínum. Ég er ekki að hvetja að draga úr því neitt, ég þekki það sjálfur. En breytir ekki því að það er líka til annars konar vinna sem þarf að fara í. Og hún er þessi vinna sem við erum í hér. Hún er við fætur Drottins í orðinu sem talar til okkar margs konar. Eins og að hertaka hverja hugsun til hlýðnis við orðið. Nú sjáum við það, hversu það segir þetta? Hann er að benda á ræturnar sem hafa hingað til spúð eitri. Þær þurfa að fara og orðið tekur það, en lætur þið samt vita að það er verið að taka upp rót sem gerði þetta. Og það er minn og þinn styrkur þegar við vitum málið. Ef við vitum það ekki, þá er alla líkur til þess að við förum bara í þetta sama fara aftur. En þegar þetta er farið, þegar við sjáum að það er betra til, þá viljum við ekki fara í þetta aftur og við stöndum bara á varðbergi fyrir því að við vitum hættuna sem af þessu getur stafað. Svona lærum við. Svona lærum við að verða hamingjusamar manneskjur. Að við lögðum á okkur þá vinnu sem þurfti. Sá sem ekki vill vinna, eins og segir í orðinu, á ekki mat að fá. Þetta er matur. Þetta er veislu matur. Þeir eru lausir við einhverja hugsanir sem hinga til að hafa að dríða okkur niður, en við erum hætt að hafa þessar hugsanir, hvað það er veislu matur. Þannig að þegar posturinn segir þetta, sá sem ekki vinna, ekki mat að fá, það er ekki verið að tala um fæðuna á borðinu. Það er verið að tala um þessa andlegu fæðu og hennar sigur sem felst í því að leyfa orðinu að fræða sig, tala til sín og vinna þau verk með manni sem þarf. Af því að hann er með framtíðana til heilla. Og er það ekki gleði falin í því þessum orðum líka? Hvaða framtíð til heilla er það ef maður er alveg bullandi óánað með allt í kringu sig? Og líka inn í framtíðin. Það er ekki til heilla. Af hverju? Við erum að tala um ástæðuna. Það er vegna meinsemdana sem að lífið hefur fyllt þig af áður en þú komst í rann Drottins. Þess vegna er það svo gott fyrir börnin að koma snemma til Drottins. Hann forðar þeim frá alls konar. En auðvitað þurfa allir að reyna sitt. Lífið er bara eins og það er og það er okkar styrkur að vita hvernig lífið virkar og aktar. En þegar við erum búin að vera í syndinni kannski til 40 eða 50 eða Guð má vita hvað, þá er alveg ljóst að við erum með miklu meira af óhróður í syndarinnar í okkur heldur en kannski 5 ára barn. Það er bara alveg ljóst. En þetta er staðan. Sumir við erum að koma inn á misjöfnum aldri, ætli ég ekki verið 40 þegar ég slapp inn loksins. Ég er búin að vera þarna, ég er 35-6 ára, ég man ekki hvað. Ég er búin að vera allavega í nokkur ár og er bara mjög sáttur við það sem ég hef í dag og hef nú náð því að vera ofta hamingjusöm manneskja, en maður er þannig, ég veit ekki alltaf frekar en þú, en ég veit ástæðuna. Ég er alveg eins og þú og ég er alltaf ofta að fara þó ég sé ennþá. Stundum verður grasið svoleiðis grænna hinum en að hálfa verið nóg, en svo sé ég inn á milli að það er bara jafn grænt hjá mér eins og á hinum stöðum. Þannig að tala maður líka af reynslu. Því ég var þessi manneski sem var alltaf að skipta Ég veit alveg hvað ég er að tala Ef ég var eitthvað 3-4 mánuði þá fannst mér ég búin að vera lengi og maður ætlaði að vera ellidauður hann. Svona var hugsunni þá. En það er önnur hugsun upp í dag. Og núna sit ég á mig þó mér langi til að fara. Og það er sigur. Af því að lífið hefur fengið að kenna mér ýmislegt. Og ég teki próf í því og ég staðist þessi próf. Og nú er ég ekkert að fara neitt. Og ætla ekki að koma þannig á minni fyrir borða að mér verður bara hent út. Og það þarf ekkert að vera þannig. Heldur bara áfram að vera almennileg manneskja. Gerandi þau verk sem þú þarft að gera og verður að gera.
þá ertu bara með í hringiðinni og þannig átt að vera. Þú ert bara partur af prógrami heild sem er bara þarna og það eru sömur sem er í verkum og þú átt bara að vera með í verkunum og vera bara gladur og glöð þar í Jesú nafni. En það er sem sagt að væntum eins og lesa hérna í Postulasögunni 3. kapli frá með 1. versi. Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidómin til síðdegis bæna. Þá var þangað borinn maður lamið frá móðurlífi, daghvern var settu við þær dyr helgidómsins sem nefndur eru fögrudyr til að beiðast ölmusu af þeim inn gengu í helgidómin. Hann sá þá Pétur og Jóhannes á leiðin í helgidómin, baðst hann ölmusu. Þessi maður var bara þarna af vana, hann var lamaður og það var komið með hann þarna á hverjum degi í þeim tilgangi að sjálfsagt verið með einhverja dós þarna úr járni sem að menn hentu í smápeninga og þessi dagur var fyrir honum ekkert öðru sig. Við sjáum að hann kemur ekki væntandi, hann kemur ekki biðjandi bændi drottins það að lækna sig núna. Nei, hann bara var þarna á sínum vana, hann var að fara með hann þangað, sjálfsagt að hans beiðni til þess að hann geti aflast við framfærslu. Þetta má segja að sé þeirra félagskerfi. Við höfum þetta öðrus í dag, sumir af okkur getum ekki unnið og við fáum frá opinbera kerfinu framfærslu. Þetta er hans framfærsla. Hún var við þessar fögru dyr. Hann fekk í það frá þeim sem að sýndónum náðu miskun og sköttluðu ykkur til hans, kannski sumir miklu aðri litlu. Stundu var kannski lítið í böknum. En ég trúi því nú alltaf að einhverjir sett í hann því að ég trúi því að það hafi mikið af fólki gengið framjá þessum fögru dyrum. Og þetta hefur svona verið svona staður sem að margir sóttu. Og við vitum það að það er alltaf til fólk sem hefur meðöngum með einum og öðrum. Þannig að það má rekna með það að allavega einhvað komið á hverjum degi í baukinn. Hvort sem það var nóg fyrir daginn eða ekki, skal ég ekkert segja um. En það er alveg ljóst, þessi maður kemur ekki með neina eftirvæntingu í huga. Hann kemur bara þarna til þess að fá í songin má segja einhvern silfur til þess að kaupa sér mat fyrir, já, eða það sem að þurfti. Engin vænting, engin vonu það að núna reis hann fætur og bara gengi með hinnu fólkinu svo allir sem að komu þarna að gerðu. En hann hafði ekki verið færum vegna þess að fæturni neituðu að hlýða honum. Já, í 3. versin svona, hann sá þá Pétur og Jóhannes á leiðin í helgidómin, baðst hann ölmusu. Hann er ekkert að vænta neins, hann segir strákar, ég ekki einhverja smá peninga handa mér í baukinn. Eins og bara hann hefði gert árum saman. Og þetta var bara einn af þessum dögum, það sem hann satt þarna við þessa fögrudyr í þessum erindum. Þeir horfðu fast á hann og Pétur sagði, lít þú okkur. Hann starði á þá í von að fá eitthvað hjá þeim. Við sjáum að hann var ekkert að vænta neitt nema eitthvað skottsilfurs. Vænta þess að heyra hljóði sem þekktu svo vel þegar smápeningu dettur ofan í dós. Við veitum hljóði sem kemur af því. Hann bara átti von á því að heyra þetta hljóð. En það var svolítið annað sem beið hans. Og þetta er vonin mín. Þessi saga er fyrir mig til þess að ég eflist í von. Þurfi ég lækningu, þá skal ég eflast í þeirri von og hún komi. Ég skal vænta hennar. Þetta er saga um það að vænta. Væntu við einhvers. Keppu við eftir að fá það sem að drottin hefur handa okkur. Ekki alltaf. Kannski sjaldnast. Við höfum að vera væntandi. Maður þráða að nú gerist einhvað. Að nú komi þetta bænasvar. Það er að segja, ef þessi bæn er í hjartanu, sem ég efast að þessi maður hafa átt í hjarta sínu. Það er ekkert sem segir mér það á lesturinnum að hann hafi átt neitt sem heitir von eða vænting til drottin sem eitt eða neitt. Hann er bara þarna eins og hann hefur alltaf verið, en svo kom svo dagur
þar sem allt breyttist á. Það var í gegnum þessa menn, Pétur og Jóhannes, sem þarna eru konum með kraftin í sig, búið að gefa heilagan anda og þeir eru stignir út úr óttanum, farinir að boða. Fyrir þann tíma þá bara lættust þeir með veggjum og héldu sér í skugganum og læstu svo eftir sér. En nú er það ekki lengur. Nú eru þeir menn með völd og við sjáum þessu völd á þessu manni sem þeir höfðu. Kom þeim ekkert við, en þetta voru völd sem þeir höfðu frá himnum, frá Jesú, frá hinum uppreisna sem nýlega hafði gerst. Þetta er alltaf að fara í gang þarna. Hann starði á þá í vonum að fá eitthvað hjá þeim. Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krist frá Nasaret, stattu og gakk. Áttu hann vona þessu? Væntan þess að þetta myndi gerast? Það er ekkert sem segir mér það að þetta hafi búið í hjartan. Að hann hafi svo mikið sér leitt hugan að því í eina sekundu að í dag væri hans hjálpræðis dagur. Það er ekkert sem segir mér það. En hvað með þig? Væntur þess að þetta sé dagurinn sem hjálpræði þitt kemur á? Og hvaða hjálpræði? Kannski hjálpræði það að ein rót sem hingað til hefur spúð eitur í þig hverfi. Væri það ekki bara flott? Því að hún fjallað merkir það að þú verður oftar hamingisum manneskja. Það geti verið þín lækning í dag. Við höfum alltaf verið væntandi. Við höfum að vera svolítið ákveðin við Guð. Hann hefur sagt að hamingi til framtíð til heilla, og framtíð til heilla merkir gleði, ekki örvænting og skelfing. Þess vegna ætlum við að vinna okkar vinnu í dag til þess að undirbúa þessa framtíð til heilla og hamingi. Og við veitum það núna, að við erum að tala um það gerist ekkert fyrirhafnarlaust. Ekkert. Ekki heldur hjá mér. Og þegar ég fer að vænta og þegar ég er tilbúin til að hafa fyrir hlutum, þá fækkar þeim dögum þar sem ég er að fara. Þar sem ég bara yfirgefa skútuna, búin að fá nóg. Og svo horfi ég hinum einn og græst þeir svoleiðis miklu grænna þar. En samt segir mér eitthvað, nei, þetta er ekki rétt. Af hverju? Að því að reynslan hefur sagt mér að þetta sé ekki rétt. Það er ekkert grænna hinum einn. Af hverju? Það mun taka nákvæmlega það sama við sem að hreldi því hér á nýjum stað. Að þetta býr innra með okkur. Og þetta er það sem orðið hefur burði og kraft og getu til þess að gera. Við sjáum hvað gerðist með þennan mann. Það ómögulega gerðist. Hann var lamaður. Og læknavísindin hafa engin ráð gegn lömun í dag. Nema þá með einhverjum hjálpartækjum, einhverjum hjólum eða hvað sem það er sem fólk styðst við. En fæturnar eru jafn máttlausir og þeir hafa alltaf verið. En þarna kemur einn kraftur frá Guði sem setti styrkin í fæturnar. Já, Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesú Krist frá Nasaret, statt upp og gakk. Takk ég nú eftir því hvað gerðist. Og hann tók í hægri hönd honum og reisti hann upp. Höndin hans Péturs fekk mannin til þess að í það minnst að reyna að standa á fætur, og það var kraftaverki hans. Og það gerðist. Og hann reis upp og labbaði kannski í fyrsta skipti á allir sinni ævi. Hann ekki bara labbaði, hann hljóp og hann stökk. Kannski hafði hann alltaf langað til þess að hlaupa og stökkva, en nú gat hann það. Af því hjálpræðið hans var komið til hans. Hann vænti einskis. En þetta er saga til mín að vænta. Þessin er hún hann.
Hún er til mín til þess að ég vænti einhvers frá Guði. Hún er til mín til þess að ég komi næst í kirkjuna mína væntandi, með eftirvæntingu. Vitandi sem að þar býr allur svo kraftur sem ég þarf að hafa að halda til að, eins og við verðum að tala hér hamingju, verða það. Og ég verð fúsari til þess að fara og setjast við fætur drottins, en ég hef kannski hingað til að verið í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðsson segir þetta gott í dag og veit að þú fengið eitthvað til þess að móða úr og vinna meira með og tilgangur ekki annar. Heldur þessu góða verki drottins áfram að því þú ætlar að biðja inn í verkefni með honum.